Komið þið sæl. Ég heiti Svanbjörg Einarsdóttir og verkefnisstjóri og kenni við meistaranámið í blað- og fréttamennsku og fyrir margt löngu var ég einnig nemandi í þessu námi. Ég ætla að renna hér svona yfir það helsta kannski mikilvægi fagsins og námsins, hvað við lærum og gerum, skipulagið, inntökuskilyrðin, samstarfið, fjölmiðla og fagfólk og svo möguleikana að námi loknu. Mikilvægi blaða- og fréttamennsku, það er náttúrulega ein af undirstöðum lýðræðis er að almenningur hafi aðgang að réttum og góðum og ítarlegum upplýsingum samfélagið og fjölmiðlar eru þannig gjarnan taldið til grunnstoða hvers samfélags í lýðræðisríkjum. En lýðræðið eru þetta ekki sjálfsagt. Til að viðhalda því þurfum við að virða það og hlúa því og því sama gildir auðvitað fjölmiðlana. Þeir eru alltaf mikilvægir en kannski ekki síst á tímum ógna, erfiðleika, stríðs, upplýsingaóreiðu og falsfrétta og þá er kannski kristallast mikilvægi ábyrgra, ritstýrðra fjölmiðla og faglega og vöndu vinnubrögð góðra blaða- og fréttamennar sem eru meðvitaðir mikilvægi þess að flytja áreiðanlegar fréttir og veita valdhöfum aðhald í rauninni fyrir hönd almennings. Mikilvægi náms í blaða- og fréttamennsku, það er náttúrulega ein mikilvæg forsenda þess að blaða- og fréttamenn geti sinnt þessu þýðingamikla hlutverki staðgóð menntun og markmiðið með meistaranáminu auðvitað að leggja traustan grunn að fagþekkingu í blaða- og fréttamennsku, bara búa nemendur sem best undir störf í þessum hraða og síbreytilega heimi nútíma fjölmiðlunar. Námið og viðfangsefni námsins. Námið allt í senn. Það verklegt, fræðilegt, hagnýtt, fjölbreytt og kannski umfram allt alveg óskaplega skemmtilegt og líflegt. Það mikil áhersla á verklegt nám og nemendur byrja svolítið strax að skrifa fréttir og greinar og við höldum út í fréttavef sem nemendur ritstýra og sjá þar sem þeir afla frétta og skrifa og miðla þar efni í ýmsu formi. Markmiðið auðvitað að nemendur öðlist djúpan skilning á starfinu og læri og æfist í að fullvinna efni fyrir prent og vef og mynd, hljóðmiðla og þar með talið sem sagt að taka upp efni, klippa og ganga frá því til birtingar. Og einnig að nota samfélagsmiðla til að afla efnis og miðla því og nota ýmis konar hugbúnað og í því samhengi þá kannski rétt að geta þess að við erum ágætlega búin tækjum og tólum í náminu. En sem sagt það líka fræðilegu hluti, það líka fjallað helstu kenningar fjölmiðla, hlutverk þeirra, siðfræði, blaðamennskunar ábyrgð og svo bara íslenskt fjölmiðla umhverfi í alþjóðlegum samanburði. Samsetning námsins til að útskrifast með meistaragráðu í blaða- og fréttamennsku þá þarf að ljúka 120 einingum. Flest námskeiðin í náminu eru skyldunámskeið, 68 einingar af þessum 120 og þetta allt mjög skemmtileg og hagnýt námskeið. En svo bundið val upp á 6 einingar og svo opið val upp á 16 einingar og nemendur ráða þar bara algjörlega för og með að taka námskeið í rauninni í hvaða deild sem Loka verkefni sem ég fer svo betur í aðeins á eftir, það svo upp á 30 einingar. Þá einnig í boði 30 eininga viðbótardiplóma sem þá svona hlutanám yfir eitt vetur og í rauninni hægt að taka með vinnu. Og námsbrautin hún í mjög miklu samstarfi við vettvanginn, við fjölmiðla og fagfólk, hvað reyndir blaða- og fréttamenn sem kenni í einstökum áföngum og við heimsækjum fjölmiðla og fjölmiðlafólk kemur til okkar. Og við höfum líka skipulagt stutt námskeið og ráðstefnur í samstarfi við blaðamannafélagið og einstaka fjölmiðla og fleiri. Og svo bara strax á fyrsta ári eða fyrir ári þá fara nemendur líka í starfsþjálfun á helstu fréttamiðla landsins.
Nú, inntökuskilyrðin í námið eru bara svona eins og víðast í framhaldsnámið, þau eru með við fyrsteinkunn og grunnnámi. Það hins vegar hægt að komast í diplómanámið á þess að vera með fyrsteinkunn og svo mögulegt að komast í meistaranámið sé því lokið með fyrsteinkunn, þar sé diplómanáminu. Og nú annars eru nemendur eru á öllum aldri með fjölbreyttan bakgrunn, það engin krafa sérstaka menntun, en það bara kostur að hafa sem mesta vídd í flóru, nú eða fánu, blaða og fréttamanna. Taka aðeins kíkja á lokaverkefnið, því lokaverkefnið í blaða og fréttamennsku, það er tvíþætt. Það samanstendur sem sagt af verklegum hluta sem þá fjölmiðlaafurð og svo greinagerð. Þessi lokaverkefni hafa verið bara mjög fjölbreytt, nemendur hafa gert útvarps og hlaðvarpsþætti, heimildamindir, skrifa blaða, tímaritsgreinar, fyrir vef, skrifa bækur, gert vefsíður og fleira. Og mörg þessara lokaverkefna hafa verið birt í fjölmiðlum og seinlega stundum unnin í samstarfi við fjölmiðla. Nú, þessum verklega hluta fylgir síðan fræðileg greinagerð, þar sem nemandinn gerir grein meðal annars fyrir vali á viðfangsefni og miðli og kannski aðferðum, vinnslu, efnistökum og svona upplýsingaöflun og kannski takmörkunum verksins líka. Nú, störf að loknu námi. Það er alltaf eftirspurn og þörf fyrir fólk sem býr yfir færni og getur til að afla upplýsinga, skilja kjarnan frá hisminu og koma efninu frá sér og skýra nú áhugaverðan hátt. Atvinnu möguleikarnir að námi loknu þeir eru mjög fjölbreyttir. Miðlum fjölgar stöðugt og það valla til fyrirtæki eða stofnun, félag eða samtök sem bara ekki sinnir upplýsingamiðlun af einhverju tagi. Og útskrifaði nemendur, þeir starfa sem, til dæmis sem blaða og fréttamenn á dagblöðum, tímaritum, útvarpi, sjónvarpi og vefmiðlunum líka, vefmiðlunum af ýmsu tagi. Nú líka sem vefstjórar, ritstjórar, fréttabrefa, kennsluefniskennarar, fjölmiðla, upplýsingafulltrúar, almannatengsl og textaskrif á auglýsingastofum, bara svo nokkur dæmi séu tekin. Nú, ég bara hvet ykkur síðan til að skoða betur námið, kannski á vefsíðu háskólans og þið skulu ekki hika við að hafa samband ef að spurninga vakna og þarna má sjá símanúmer og netfang nemendaþjónustu félagsvísindasviðs. En ef þið viljið spyrja meira námið eða einstaka áfanga eða kennsluna, þá ættu þið endilega að líka við fésbókarsíðu námsins og þaðan getið þið líka sent okkur skilaboð. Og svo má líka senda post á Valgerðu Önnu Jóhannsdóttur sem umsjónarmaður námsins og þarna netfangið hennar www.hi.is. Nú bara minna á að umsóknarfrestur í meistaranámið í blaða og fréttamennsku, hann 15. apríl en umsóknarfrestur í diplómanámið 5. júní. Og að lokum þá bara vil ég þakka ykkur fyrir að sýna námi í blaða og fréttamennsku áhuga.